Velkomin í föstudagsþáttinn. Það kennir ýmis að grasa að venju, við verðum á menningarlegum nótunum en ætlum að byrja í matjurtagörðunum. Til mín komin Jóhann Thorarensen, velkomin, velkomin. Takk fyrir, takk fyrir. Og til hamingju með heiðurs viðurkenninguna sem þú fékkst á dögunum. Já, takk fyrir það. Þetta gladdi mann mikið að fá þetta, jú. Það var verið að halda upp á hvað, 80 ára garðyrkjumenntun í landinu? Já, það var eitthvað svoleiðis. Ég man nú ekki nákvæmlega ártalið en þessi hvatningaverðlaun eru veitt á hverju ári. Þessi á sumardaginn fyrsta. Þá er svona má eiginlega segja svolítið að okkar vertíð er að byrja. Sko, eins konar veiði, þó við séum náttúrulega að allt árið, en þá fer þetta virkilega í gang, vorið og með öllum sínum gróðri og hvaðina. Og þú ert búin að standa vaktina hérna á Akureyri. Já. Í hvað mörg ár? Ég byrjaði þarna 1994, þá komst ég á samning þarna og svo hef ég unnið þarna að 2 árum undan skildum. Þá hef ég unnið þarna frá og tók við þessari ræktunarstöð 99, þannig að þetta nú erfiður útreikningur að verða. Þetta er nokkur ár og þarna eru komin matjurtagarðar. Voru þeir þarna þegar þú tókst til starfa? Nei, þeir voru nú ekki þarna en á sínum tíma voru þarna skólagarðar. En það er langt síðan þeir hættu og skólagarðar lögðust af hér í bænum svona 2001-2002 eitthvað svoleiðis. En síðan voru þessir garðar komu þarna í kjölfar fjármálahrunsins og þá var eitthvað sem þurfti að gera. Menn voru að finna ýmis bjargráð fyrir fólkið. Það þurfti eitthvað að gera og þetta var svona búin að vera dálítið gömul hugmynd hjá mér að gera svona eitthvað og mér fannst svolítið synd hvernig þessi ræktunar hvað ég segja, vitneskja hefur fallið niður með matjurtagarði. Menn reiknuðu allt í krónum og aurum. Sem sé að það borgaði sig ekki að rækta þetta því að tíminn var svo, menn voru að græða svo mikið á einhverju. Ódýrt að kaupa þetta bara tilbúið. Já, en þarna var bara hægt að hrinda þessu í framkvæmd og ég fekk bara forráðamann bæjarins, einn af þeim með mér í lið og hann list svo vel á þetta, hann bara drífi í þessu. Þið settu bara plóginn í gang og útbyggu þarna 300 garða eitthvað svona? Já, þetta við ætluðum að fara í 50 til 100 garða, reiknuðum með því svona, gerðum það plan svona út í loftið, en það reyndist vera 200 strax fyrsta árið. Sem höfðu áhuga og sóttum og Svo fór þetta eitthvað yfir 300 þegar mest lét og þá erum við með garða út í Grímsey og Hrísey og ég skaust út í Grímsey og hjálpaði þeim aðeins í matjurtum þar og þetta var heilmikið stús og þannig að þetta hefur gengið bara mjög vel. Og þetta er þannig að fólk sækir og greiðir eitthvað smá pening fyrir leigu á garðinum en fær í staðinn bæði fræðslu og plöntur? Plöntur, fræ og spíraða kartöflur. Þannig menn fá sitt lítið að hverju. Þetta er náttúrulega svona eins konar skólagarðar fyrir fullorðna og náttúrulega uppeldislegt gildi fyrir börnin. Já. Og hver er staðan núna? Nú er sem sagt maí, er þá fólk byrjað eitthvað? Já, það eru þeir sem eru alltaf að byrja snemma og menn vilja fara að koma niður í 1 gulrótarberð svo að þetta geti farið að gera sig og þá komið frost og eitthvað slíkt að þá er það allt í lagi með góðum dúkum og hægt að verja þetta. Og ert þú þarna alltaf á svæðinu ef fólk er einhverjum vandræðum eða er þetta svona eitthvað hólfa niður? Er þarna alla virka daga. Svona frá 3:30 til 3:30 og þá getur fólk leita til mín og ég skýst upp í garða en ég hef alltaf opið hús á sumardagi fyrsta og þá tek ég svona fyrstu skrefin fyrir þá sem er að byrja. En síðan er náttúrulega jafningjafræðslan svo mikið í gangi þarna eru búin að vera ræktendur í 10 ár og þeir sem eru bara fastagestir, eru alltaf með garð og geta þá miðlað sinni þekkingu. Og það má algjörlega treysta því vegna þess að þeir væru hættir fyrir lifandi löngu og þeir fengi ekkert út úr þessu. Já, einmitt. Hvað eru svona margir svona fasta kúnnar hjá þér? Ég hugsa bara svona, það er alltaf að ganga úr kannski svona 30-40 á hverju ári sko,
koma og fara, þannig að þessi tala svona svipuð. Ef einhver núna alveg bara, ó já, mér langar í Matthíasargarð, þá alveg pláss? Það möguleiki, það aðeins göt. Það aðeins göt? Aðeins göt, þannig að það möguleiki að hoppa í garð. Bara að drífa sig sem fyrst. Já, og hvernig hefur maður samband? Er þetta heimasíða ykkur? Þetta akureyrarbær.is og þar menn leiddir áfram inn í þetta og þar hægt að senda póst og sækjum. Þetta er svolítið svona sjarmerandi. Ég viltist þarna í fyrra. Ég var bara eitthvað að hjóla og allt í einu var ég komin þarna bara, mér fannst ég var komin til útlanda. Já. Þetta er svo skjólsælt þarna, þetta er þarna bakvið mótorhjólasafnið og þar. Já, þetta er náttúrulega svona, þessi staður, þetta er eins og Vagga skógræktarfélags Eyjafjarðar var þarna og þarna var tilraunastöð ræktunarsambandsins og þarna var verið að prófa alls konar korntegundir og grastegundir og allt mögulegt. Þannig að löng saga á þessum svæðum. Og elsta garðyrkjustöð landsins er stofnuð þarna, 1899. Hvað þetta segja? Já, hérna. Allskyns sögur greinilega sem tilheyra þessum stað. Og nú ætlum við aðeins að lyfta þessu grjóti. Var ég kannski búin að því? Nei. Hér stendur hvatningaverðlaun garðyrkjunnar 2019, Matthíasargarðar Akureyrarbæjar. Mun þetta ekki fá veglegan sess þarna á skrifstofunni? Jú, þetta fær veglegan sess og maður bara svona velta fyrir sér, svona hvernig maður best að festa þetta. Þannig að þetta sé sem mest áberandi og stöðugt. Þetta er glæsilegt til hamingju með þetta. Takk fyrir það. Og þetta kannski vekur þá athygli líka í leiðinni á þessu sporti, má segja það. Já, þetta er mjög góð hvatning, algjörlega, og þetta eykur á það aðsókn í garða og heilbrigði fólks auðvitað. Og þú varst að segja mig það að þú til dæmis ert öflugur sjálfur að bara rækta þitt grænmeti og... Já, ég er náttúrulega haldinn þessu sjúkdómi að rækta, þannig það ger ég í frítímanum mínu líka og þá er það bara hobby og svona eitthvað að leika sér og við ræktum allt okkar grænmeti, þannig að það var nú stefnan sett á það að vera það sjálfbær, þannig að maður gæti nota það fallega orð til þess að haft það í lagi. Já, af því að nú er náttúrulega svolítið liðið frá þessu hruni, þannig að það er ekki lengur kannski það sem að rekur fólk áfram, en þetta með lífstílinn og vera sjálfbær og þetta umhverfissjónarmið. Akkurat, og þá reynir líka á ekki nóg að fá bara uppskeru snemmi í september og rífa það allt upp og sitja með það svo býr í stórum bala heima, heldur maður þarf að taka þetta svona eftir hendinni og maður þarf að kunna að geyma þetta og stundum hefur við fengið hússtjórnarkennara og haldið smá námskeið hvernig á að sjóða niður og hvernig best er að haga hluturum þannig og það hefur gefist vel. Hvað er það sem að fólk fær í fræformi þarna hjá þér? Það eru radísur. Já, þær eru svo snöggar. Það eru snöggar, eldsnöggar. Það er salatið og það eru gulræturnar og spínat. Og það má eiginlega segja að fólk hafi alltaf mestan metnað fyrir gulrótum. Það er bara, textnir gulræturnar, þá er bara 80% komið. Já, og hefur gengið vel þarna hjá ykkur með gulrætur? Það er allt mögulegt, já, yfirleitt gengið vel, en við höfum lent í sniglum og ýmsu, en menn stel ekki gulrótum, það er ekkert, þetta er svo gott fólk hérna í bænum það lætur þetta allt vera, það er þá bara út á misskilninga eða eitthvað svoleiðis. Og þarna er öll aðstæða, það er þarna vatnslöngur og kranar og... Já, búfjáráburður í haugum og vatnslöngur og könnur og það er verkfæri þarna úti allan sólarhringinn og maður hefur vitað það til þess að fólk hefur verið að vinna á nóttunni, vaktavinnumenn, skjótast þarna með þeir svona dassa sér niður eftir vaktina og taka smá rispu í garðinu sínum. Tíminn er hlaupinn frá okkur, kærar þakkir fyrir komuna Jóhann og gangiði vel í garðræktinni í sumar. Takk fyrir.